Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Þetta 300. fundur bæjarstjórnar og hann haldinn 18. september að skrifstofu sveitarfélagsins á Lyngási. Dagskrá fundarins liggur fyrir, hún í 6 liðum og við göngum til fyrsta máls á dagskrá. Það nú aðeins óvenjulegt, við erum þarna með einn stakan lið, númer 1 undir yfirskriftinni Dagvist aldraðra. Þannig stendur á því að þetta semst liður sem var frestað á síðasta fundi bæjarstjórnar vegna þess að það var óljóst að hann hefði skilað sér við réttum hætti í fundabók bæjarstjórnar og gögn hefði legið fyrir. Þannig að hann var tekinn fyrir hér núna sérstaklega og það liggja fyrir gögnin sem að snúa fyrst og fremst að reglum notkun á húsnæði sveitarfélagsins Hlimmstölum og sniðmáta leigusamningi. Það ekki gerð önnur tillaga hér heldur en að afgreiðsla félagsmálanefndar sem hefur staðfest þessar reglur á síðasta fundi sínum verði staðfest í bæjarstjórn en orðið laust undir liðnum ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og það verður fært til bókar að afgreiðsla félagsmálanefndar á liðnum sé staðfest. Við förum þá í annan dagskrálið, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs af 481. fundi bæjarráðs. Það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Það já fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs nr. 481 sem haldið var 9. september síðastliðinn. Fundargerðin hún í 11 liðum og það eru 2 liðir hér teknir út. Það fyrst liður 2.2 sem fjárhagsáætlun 2020 til 2023 og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir þann vinnuferil að nefndir og B-hlutafyrirtæki þurfi að klára afgreiðslu sína á fjárhagsáætlun í síðasta lagi 24. október. Miðað við að bæjarráð afgreiði áætlunina 28. október til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem framfer á fyrri fundi hennar í nóvember. Það þá næst liður 2.11. Samráðsgátt. Tillaga til þingsályktunar stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga. Og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og fagnar því að fyrir liggi stefna í málefnum sveitarfélaga sem hefur vantað til þessa. Þó bent á að varlega ber að stíga til jarðar varðandi flutning á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga og slíkt verði ekki gert nema fjármagn til verkefnanna verði fyrirfram að fullu tryggt. Jafnframt telur bæjarstjórn mikilvægt að markvisst verði unnið að því að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga og þeim fjölgað. Má þar benda á hlutdeildi fjármagnstekjuskatti og að fækka þurfi undanþágum frá greiðslu fasteignagjalda til dæmis hvað varðar virkjanamannvirki. Ekki fleira í þessari fundargerð og hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum öðrum dagskrálið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það þá fyrst liður 2.2, fjárhagsáætlun 2020 til 2023. Tillagan það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það liður 2.11, samráðsgátt, tillaga til þingsályktunar stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga og tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Ég rak nú augun í það sem við fórum yfir þetta, það ekki neinu liðir sem eru staðfestir en ég held að það væri til bóta ef við myndum færa
inn undir lið 2.9 að það sé vísa til liðar 3C, það er sama mál tekið fyrir aftur og er bókun þar, þannig að það sé skýrt að liðar 2.9 það er liðar 3.7 vísaði lið 3.7, já. Þannig að það er. En að öðru leyti höfum við þá lokið yfirferði yfir þennan annan dagskrárlið og við göngum þá til hins þriðja. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það er 482. fundur nefndarinnar og Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti og góði fundarmenn. Já, það er 482. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var 16. september síðastliðinn mánudag. Fundargerðin, hún er hér í 7 liðum og það er 1 liður tekinn út. Það er reglur fjárhagslegan stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga. Og það er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir framlagða umsögn reglur fjárhagslegan stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga og felur bæjarstjóra að senda hana til ráðuneytis. Og kannski bara benda á að þá geta menn farið inn í samráðsgáttina og skoða þessa umsögn þar þeir sem á því hafa áhuga. En ekki fleira í þessari fundargerð og hún er hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er þó laust undir þessum þriðja dagskrárlið. Það er einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ég fæ kannski aðeins að gera þetta. Stefán Bói Sveinsson bæjarfulltrúi, beðum orðið. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætlaði bara aðeins að staldra við lið 3.7 og minnast aðeins á það sem að kemur nú framreyndar í umsögn sem að bæjarstjóri tók saman og var samþykkt á fundi bæjarráðs. Og það ber svona fyrst að nefna það að ég held að það er reglur sem þarna liggja fyrir eru auðvitað til stórkostlegra bóta. Það er verið að gera ráð fyrir verulega auknum stuðningi úr Jöfnunarsjóði við sameiningu sveitarfélaga. Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt og er í rauninni hluti af þeirri heildarmynd og þeirri heildarstefnumótun sem að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur lagt fram. Og við sáum svo sem annað mál því tengt líka sem er þingsályktun stefnumótandi áætlun ríkisins í málum sveitarfélaga. Þetta helst allt í hendur. Það er verið að hvetja til sameininga. Það er verið að boða það að hugsanlega verði gert aðeins meira heldur en að hvetja til sameininga. Það menn verði gert það skylt að sameinast í einhverju tilfellum. En það er skynsamlegt held ég að það sé ekki bara bryggið. Það þurfi líka að hafa gulrótina aðeins á lofti og þarna er þó verið að sýna fram á það að það er vilji til þess að auka stuðning við sveitarfélög sem að fara inn í þetta sameiningaferli og það er vel. Það hins vegar er auðvitað kannski aðalpunkturinn í umsögn ásamt fleirum reyndar en í þeirri umsögn sem að fer héðan að það er gert ráð fyrir því að í þessum drögum að reglum að skuldajöfnunarframlag taki eingöngu til skulda A-hluta sveitarfélaga en ekki B-hluta og það getur alveg mögulega verið að það séu einhver rök fyrir því en vandamálið að mínu viti allavega er það að þau rök hafa ekki verið farið fram í umræðuna og það má auðveldlega nefna dæmi það þar sem það sem í rauninni þættir sem að tilheyra bara almennum rekstri sveitarfélaga eins og til dæmis vatnsveitu eða fráveitu að þeim hefur verið komið fyrir í B-hluta sveitarfélaga þannig að þú getur jafnvel verið að skapa þá stöðu að skuldir vegna tiltekinna framkvæmda þeir telji inn í skuldsetningu sumra sveitarfélaga þegar þau fara í samningaviðræður en ekki annarra. Þetta kemur aðeins á óvart, þetta er ekki í samræmi við það sem hafi verið kynnt hér fyrir sveitarfélögunum sem eru núna að klára þann feril að vinna að sameiningartillögu sem á að bera undir atkvæði hér í október. Munurinn er, hvað við segja,
þetta ekki eitthvað sem mun kollvarpa einu eða neinu gagnvart verkefninu sem möguleg sameining þessara sveitarfélaga, en auðvitað telur þetta aðeins inn í einhverju tilfellum og þetta munar dálítilli fjárhæð og mér finnst eðlilegt að við krefjumst ákveðina skýringa á þessu og í rauninni bara bendum á það að þetta sé ekki eðlilegt. Ég persónulega á þeirri skoðun það sem er eðlilegast að þegar verið að vinna að því að ég menn alltaf á annar borð að styðja við skuldsett sveitarfélög þegar þau fara inn í sameiningu og þá sé tekið tillit til skulda bara eins og skuldir eru reiknaðar samkvæmt þessu skuldaviðmiði sem við erum farin að þekkja. Það er að segja skuldir á B-hluta samstæðu af frádregnum tilteknum þáttum sem eru nánar tilgreindir í reglum þar og þá er samræmi á milli þess hvernig sveitarfélög sjálf líka kjósa að stilla upp sínu skuldaviðmiði og hvernig jöfnunarsjóður nálgast það þegar kemur að því að styðja við þessi sveitarfélög þegar fara í sameiningarvinnu. Þannig að ég svo sem bara boða það að þessu verður fylgt eftir og að við fáum í það minnsta einhverja skýringar eða það verður eitthvað rætt það hvers vegna málun stilt upp með þessum hætti núna. Stefán Sveinsson bæði fyrir að lokið málu sinni og orðið hann laust. En ef að ekki eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá bara liður 3.7 áður nefndur, reglur fjárhagslegan stuðning jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga. Tillagan þar er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að fara yfir þennan 3. dagskrárlið og göngum þá næst til 4. dagskrárliðar, það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 278. fundur fræðslunefndar og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 278. Fundargerðin er í 6 liðum, það er 1 tekin út. Það er liður 4.2. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að ábendingum fræðslunefndar sé vísað til bæjarráðs sem skal fylgja þeim eftir við starfshóp sem falin hefur verið úrvinnsla málsins. Annað er ekki tekið út og hún er sem sagt lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. lið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá ætla ég að loka mælendaskránni og við göngum þá til afgreiðslu þessara tillögu sem hafa kynnt hér áðan undir lið 4.2, frístund 2019-2020. Tillagan er borin upp eins og hann var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og það er vakin athygli á því að undir lið 4.5 er bókaða afgreiðsla fræðslunefndar sé staðfest hér í bæjarstjórn. En að öðru leyti höfum við þá lokið að fara yfir 4. dagskrárlið ef ekki eru athugasemdir við þetta og við förum þá næst í 5. dagskrárlið sem er fundargerð umhverfis og framkvæmdanefndar. Já, þá er komið að 5. lið og sem er umhverfis og framkvæmdanefnd, fundur nr. 118 hjá þeirri nefnd og það er Stefán Sveinsson bæjarfulltrúi sem fær orðið svo vel. Forseti og ágæta fundafólk. Ég lék hér fram fundargerð 118. fundar umhverfis og framkvæmdanefndar og fundargerðin er í 17 liðum en 8 þeirra eru teknir út hér til tillögugerðar. Það verður fyrst fyrir liður 5.4, það er varmadælulausn í Brúarásskóla en til umfjöllunar er samantekt á varmadælulausnum fyrir Brúarás og eftirfarandi tillaga er það lögð fram að tillögu umhverfis og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að leita verði tilboða í jarðborun og varmadælulausn sem gengur út á vatn í vatn við Brúarásskóla. Þetta mál hefur nú verið á dagskrá nokkuð tíma hjá umhverfis og framkvæmdanefnd og var búið að kanna ákveðna möguleika á öðrum útfærslum
vatn í loft og loft í loft og ég veit nú ekki hvernig þetta er allt saman, eitthvað í eitthvað allavega, en eftir að hafa kannað verð á slíku og verðmun að þá var það niðurstaða nefndarinnar að það væri skynsamlegast að kanna þessa lausn sem að er endinga betri og er líklegt að þó að hún kosti eitthvað meira þá munir svo fjárfesting endast betur og vera þar með hagkvæmari til lengri tíma litið og auk þess að vera í rauninni bara, afkasta meiri eða meiri, bara betri lausn í rauninni, dugi betur. Nú, í lið 5.5 þar er samþykkt hundahald í sveitarfélögum á starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands, en á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar voru lögð fram til staðfestingar drög að samþykkt hundahald í sveitarfélögum á starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi drög. Og sömuleiðis undir lið 5.6 þar er samþykkt kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sveitarfélögum á starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands og þar eru lögð fram til staðfestingar drög að samþykkt kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sveitarfélögum á starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands og eftirfarandi tillaga þar lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi drög. Og það háttar svo sem eins til með báða þessa liði 5.5 og 5.6. Þessi mál komi hér fyrir áður og höfðu svona einhvern veginn lent aðeins hér í einhverju, hefðu eitthvað lent hér á milli bæjarstjórnar og umhverfis- og framkvæmdanefndar til afgreiðslu. Þetta er samþykkt sem að gildir fyrir fleiri en eitt sveitarfélag, þannig að það er rauninni, það má segja það er heilbrigðisnefnd Austurlands sem að hefur frumkvæðið að setningu þessara samþykktar og hún þarf að helst að fá afgreiðslu með sama hætti hjá öllum sveitarfélagum, þannig að það er rauninni bara lagt til hér að þetta verði samþykkt og þar með sé málinu lokið. Undir lið 5.7 er síðan breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar á Efra Jökuldal, en til umfjöllunar var breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar og Efra Jökuldal. Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir efnislega tillögu að breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 ferðaþjónusta Grund Jökuldal. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn tillöguna til auglýsingar. Og þá sömuleiðis undir lið 5.8 deiliskipulag Stuðlagil Grund að gefnu áliti Skipulagsstofnunar er tillaga deiliskipulagi tekin aftur til umfjöllunar og Skipulagsstofnun leggur til að tillaga verði auglýst að nýju. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn deiliskipulagstillöguna til auglýsingar. Þessi mál hafa nú fengið töluverða umræðu í nefndinni og svo sem á þessum vettvangi hér líka. Þarna í fyrirliðnum 5.7 þá eftir ákveðnar athugasemdir að þá er gert ráð fyrir því að þessi aðalskipulagsbreyting taki til örlítið stærra svæðis heldur en upphaflega var ætlað og þannig verði í rauninni heildstæð mynd á þessu gagnvart aðalskipulaginu, sé ekki farið nákvæmlega bara eftir jarðamörkum. Og svo er hins vegar deiliskipulagstillagan sem er þá auglýst á ný, þannig að hún sé sannarlega samhliða afgreiðslu aðalskipulagsins sem er skilyrði samkvæmt skipulagslögunum að sé gert. Allavega má ekki afgreiða deiliskipulag áður en aðalskipulag er afgreitt, svona almennt séð. Þannig að þetta með þessu máli vindur fram, en auðvitað er svo sem og eins og bæjarfulltrúar þekkja raunar og margir aðrir að það er auðvitað verið að vinna að málefnum Stuðlagils og þessu á fleiri en einum vígstöðum og þannig að ég er nú orðin bjartsýnn eða sá sem hér stendur orðin okkur bjartsýnn á að það komist málefni Stuðlagils komist í betra horf fyrir næsta sumar og hluta því er auðvitað að skipulagsmálunum vindi fram, þannig að það er lagt til að þetta verði allavega auglýst, en við hvetjum auðvitað alla þá sem að hafa ábendingar varðandi þennan merkilega stað og skipulagi þar í kringum að koma þeim ábendingum á framfæri inn í þetta auglýsingaferli, því að til þess er það að menn geti komið sínum athugasemdum inn, það sé þá eftir atvikum að hægt að taka afstöðu til þess ef að eitthvað kemur upp sem ekki hefur komið áður í umræðuna og ekki er svarað almennilega í tillögugerðinni. Nú, það er þá næst 5.15, 5.15, umsókn skráningu nýra land eigna í fasteignaskrá úr landi Fremri Galtarstaðar. Þar er erindi frá ríkiseignum þar sem óskað er eftir stækkun og breyting á nafni lóðarinnar Fremri Galtarstaðir 1. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að afgreiða beiðnina. Þarna ef að minni svíkum ekki er rauninni verið að bara staðfesta lóð undir torfhúsið og þau hús sem eru hluti af þessu
þessari starfsemi þjóðminjasafnsins þarna á jörðinni, sem sagt að það sem menn hafa verið að gera upp þennan merkilega torfbæ og byggja upp þarna ákveðna aðstöðu til að geta sýnt hann og svo framvegis, að það er rauninni verið að ganga frá ákveðinni stækkun og á þeirri lóð sem er gerð undir þessi hús, og svo að það fái þá nafni Galtastaðir fram, sem ég held að sé nú miklu tamara flestum hér að tala ég þó kannski þóra ekki alveg að fara með það en þannig að það verði nafn lóðarinnar, verði sem Galtastaðir fram. 5.16, þar er fjallað götuljós við Borgarfjarðarveg Eiða, og það hefur komið fyrirspurn götulýsing á Borgarfjarðarveg Eiða, og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn leggur áherslu á að götulýsingu við Eiða verði komið upp á ný sem fyrst og felur skipulags- og byggingarfulltrúa og fylgja málinu eftir við vegagerðina. Ég nú upplýst það þarna, þetta hefur verið aðeins rætt hér innan hús og var tekið aðeins fyrir á fundi með fulltrúa vegagerðarinnar á mánudag, og þar kom fram bara, það var ágætt hljóð í vegagerðarmönnum sem hingað komu það að maður getur sest aðeins yfir málefni Eiða, og það er það bæði varðandi götulýsingu og sömuleiðis erindi sem áður hafa verið send varðandi aðgerðir til að bregðast við umferðarhraða í gegn, og það verið tekið svona aðeins til heildstæðra skoðunar bara málefni Eiða í samvinnu sveitarfélagsins og vegagerðarinnar, þannig að ég bind vonum við það að það verði einhver úrlausn á þessu. Svona persónulega myndi ég segja að ég fulla skilning á því að svo götulýsing sem var til staðar þarna hafi verið tekið niður. Hún var kannski ekki heppileg, og ég ákveði skilning á því að Rarik sem var með þá götulýsingu á sínum snærum hafi ekki viljað halda henni uppi. Það hafi verið löngu tímabært að endurnýja lýsinguna hvort þið er, og það er þá vonandi það sem er framundan, og við sjáum hvernig þessi máli vindur fram. Og að síðustu er það svo liður 5.17, það er lagnir vegna nýbyggingar Hallbjarnarstöðum. Rarik sækir lagnaleið frá Spennastöð við Arnhólsstaði yfir í lóðina Hallbjarnarstaði. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn erindið án athugasemda. Ég held að það sé ekki ástæða til að hafa fleiri orð um það. Að öðru leyti að þá er fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust um þennan 5. lið. Og ef enginn kveður sér hljóðs, þá loka ég mælendaskrá og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða hér. Fyrst er það liður 5.4 sem er varmadælu lausn í Brúarásskóla, og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.5 samþykkt hundahald í sveitarfélögum að starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands. Tillagan er þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 5.6 samþykkt kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sveitarfélögum að starfsvæði Heilbrigðisnefndar Austurlands, og tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.7 breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar og Efra-Jökuldal. Tillagan er þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 5.8 deiliskipulag Stuðlagil Grund. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og 5.15 sem er umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá og landi fremri Galtastaðar. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 5.16 götuljós við Borgarfjarðarveg Eiða. Þar er tillagan borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og 5.17 það er lagnir vegna nýbyggingar á Hallbjarnarstöðum. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða.
Og við höfum þá lokið við yfirferð á þessari fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar og lokum þessum 5. lið og göngum þá til hins 7. En það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar af 91. fundi nefndarinnar. Það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég er að kynna hér fundargerð atvinnu- og menningarnefndar. Það er fundur númer 91 og fundargerðin er í 3 liðum en það er aðeins einn tekinn út og það er liður 6.3 dagar myrkurs 2019. Fyrir atvinnu- og menningarnefnd lá tölvupóstur og bréf dagsett 24. júní 2019 frá Austurbrú þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið tilnefni tengilið vegna verkefnisins dagar myrkurs. Málið var á dagskrá síðasta funda nefndarinnar en var þá frestað. Og eftirfarandi tillaga er hér lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að starfsmaður nefndarinnar verði tengilið verkefnisins. Bæjarstjórn hvetur stofnanir sveitarfélagsins, félagasamtök og fyrirtæki til þátttöku í dögum myrkurs. Aðra leyti er bara þessi fundargerð lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu á þessum lið sem að hér er það sem liggur hér fyrir tillaga. Það er lið 6.3 dagar myrkurs 2019 en tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þessum samþykki að gefa merki með þeirri eftir hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samþykkt. Og við erum þá lokið við að fara yfir dagskrá þessa 300. fundar bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs og við munum loka fyrir útsendingu frá fundinum en fundar ekki slitið þegar við erum lokið við að fara yfir fundargerð